Já, góði fundamenn. Ég ætla að fjalla aðeins þessi ákvæði og þessa viðleitni Evrópusambandsins til að draga úr kolefnislosun og síðan hvaða áhrif það getur haft á íslensk orkumál og kannski okkar möguleika og annað í því sambandi. Nú, það var í janúar 2008 sem að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti tillögur sínar að innleiða 20-20-20 markmiðin og þetta var samþykkt í 2009 bæði í Evrópuþinginu og Evrópuráðinu og öðlaðis gildi og þetta hefur 4 meginþættir í þessu. Það í fyrsta lagi það styrking viðskipta með losunarheimildir, það mjög mikilvæg þáttur í þessu og það verið sett sameiginlegt hámark fyrir Evrópuríkin frá 2013 og þetta verið skorið niður árlega og endi 20% undir losunum 2005 og heimildirnar verða í auknum mæli settar á uppboð. Þetta kvóti sem verður settur á uppboð, ekki skötusölur. Nú, sameiginlegt átak fyrir atvinnugreinar sem ekki fá losunarheimildir, til dæmis samgöngur og byggingar og sorpbirgða, þá verður undanþegið þessum losunarheimildum en það þessi fjölbreytta atvinnustarfsemi og önnur starfsemi sem við stundum sem ekki hægt að setja undir þessa losunarheimildir. En þarna verður sett þá markmið að spara og ríkustu löndin í Evrópu eiga að spara 20%. En þau sem hafa veikastar efnahag núna og raun og veru eftir að byggja upp sitt atvinnulíf og ná einhvers konar pariteti við ríkulöndin að þeir fá leyfi til þess að auka kolefnislosun sína frá þessum þáttum. Heildaráhrifin af þessu verða þá ekki nema 10%. Nú síðan verður hlutur endurnýjanlegra orkugjafa aukinn, þannig að 20% orkunotkunar innan sambandsins verði frá endurnýjanlegum orkugjöfum og það meira en 2-földum frá 2006. En þetta verður misjafnt eftir löndum, misjafnt eftir hvernig verður stödd. Svíþjóð fer í 49% og Malta fer í 10%. Þeir horfa mjög til Íslendinga Maltumennum það að fá aðstoð í þetta. Nú, síðan í 4. lagi sem að tengist þessu Carbfix verkefni sem við vorum að skoða hér áðan. Það söfnun og forgun kolefnis að það stefnt að hagkvæm útfærslu 2020, þannig að þó að gangi svolítið seint með niðurdælinguna, þá Evrópa ennþá í biðstöðu, þannig að það verður svolítið áfram. Þannig að þeir rekna nú ekki með einum stórkostlegum árangri í þessu fyrir seinna. Og hvað þessi 20-20-20 markmið? Það 20% minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda frá losun 1990. Það þetta markmið sem menn setja sér og síðan 20% á orku á svæðinu á að koma frá endurnýjanlegum orkugjöfum og 20% minnkun í frumorkuþörf miðað við það sem nú stefnir í og þetta á að nást með betri orkunýtingu. Þeir leggja mikla áherslu á það í Evrópu að bæta orkunýtinguna, að spara orku og þessum markmiðum þá ætla þeir að ná með áróðri. Þetta að virkja almenning, valdhafa og markaðsaðila og síðan verða að setja alls konar staðalkröfur orkunýtni. Það að segja að við sjáum að kröfurnar farið að aukast, að það verða hert á kröfum einangrun húsa og virkni lýsingar og svo framvegis og síðan sem mjög mikilvægt það flokkun og merking á vörum og þjónustu með tillit til orkunýtni. Við kaupum vörur sem verða skalaðar, við kaupum ískáp og hann verður annað með grænu merki eða rauðu merki eftir því hvernig orkunýtnin Nú svo mjög mikilvægt að það að menn vilja byggja upp viðskipti með losunarheimildirnar. Og ef við sjáum til dæmis hvernig þetta núna, Svíar voru mjög framalega og hafa verið í forystu með losunarheimildir, að þær ná núna til 730 sænskra iðjuorkuvera og ESB-kerfinu núna þá nær viðskiptakerfi til samtals 13.000 iðjuorkuvera eða það bil 40% af heildarlosun og koltvísýringi á öllu svæðinu. Þannig að losunarheimildirnar eru að verða næstum helmingurinn af öllu dæminu. Og
síðan eru verkefni í gangi til þess að auka hlut losunarheimilda miðað við almennan kolefnissparnað. Og það er að ná sér til sem flestra landa og fleiri þátta, ekki bara iðjuvera og orkuvera heldur til sem flestra þátta í þjóðlífinu eftir því sem að líður. Nú þetta byggir allt á því að það verði sett efri mörk fyrir heildarlosun eins og sagt var, og þá verður hvert einstakt fyrirtæki að ársgrundvelli að kaupa heimildir sem samsvara þessari losun. Maður þarf að kaupa aflátsbréf áður en maður byrjar að menga, og síðan verður þessar losunarheimildir takmarkaðar og þá verður eftirspurnin eftir heimildunum meiri. Það er meiningin með þessu að menn stinji undan þessu, reyni að losna undan þessu, og þar með verður hækkar verðið, og síðan einhvern tíma 2013 og þá verður Carpi Fix verkefnið orðið hagkvæmt. Ef það eru 12 eurur núna þá verður það að koma upp í 30 eurur eftir nokkur ár. Það er alveg hægt að lofa því. Ef þetta gengur eftir, ef þeir taka svona hraustlega á því að skera niður heildarlosunarheimildir. Nú það sem gerist líka er að fyrirtæki sem framleiða vöru með tiltölulega lágri kolefnislosun, þau fá forskot í samkeppni. Þetta heitir það hjá Evrópu að fyrirtækin fái hvata til að hagræða hjá sér, þannig að þau minnki kolefnislosun, en auðvitað kemur þetta til með að leiða til þess að fyrirtæki sem að ekki hafa nógu góða tækni þau detta út af markaði. Nú umhverfisáhrifin, það er við teljum að losun minnki þegar að verðið og losunar heimildunum verður hærra heldur en að kostnaðurinn við að innleiða nýja tækni eða bæta framleiðsluferlið. Það er að segja að þegar að verðið hækkar þá koma alls konar svona nýjir hlutir inn, annaðhvort til þess að spara kolefni í framleiðslunni eða til að binda kolefni. Og síðan að þá er meiningin að þetta verði fari út á markaðinn. Ég hef nú kannski notað svolítið hressilega glæru hérna til að vekja ykkur, en þetta er nú ekki kannski meiningin að halda því fram að þetta verði neina óeðlileg viðskipti. Þetta er raun og veru bara hugsað þannig að losunarheimildirnar gangi kaupum og sölum, og þannig að sem flestir þættir markaðarins nái til sem flestra þáttamarkaðarins. Nú svo er það þannig að til þess að geta stunda bein viðskipti með losunarheimildir innan kerfisins, innan viðskiptakerfis ESB, að þá verða menn að vera með viðskiptareikning hjá skráningarstofu viðkomandi lands fyrir losunarheimildir. Það er verður það ákveðin stofnun sem að fylgist með þessu og í raun og veru það sem að menn leggja inn kolefni og taka út, og peningar skiptum hendur. Ef við lítum á sænska viðskiptakerfi sem heitir reyndar SUS, að þá er öll sala og kaup á losunarheimildum í Svíþjóð eru færð í sérstaka skrá, og það er Orkustofnun þeirra Svía, Energimyndigheten, sem er með þá umsjón með þessu og safnar saman upplýsingum árlega losun fyrirtækjana, fylgist með því að hún sé í samræmi við losunarheimildirnar. Nú verslun með losunarheimildir, þetta er þetta mikilvæga verkfæri til að minnka losun kolefnis á svæðinu. Þá verður til einhvers konar markaður sem á að leiða til minnkandi kolefnisnotkunar, og þarna eru mörg þróunarverkefni í gangi til þess að auka hlut viðskipta með losunarheimildirnar, sjáðu til þess að losunarheimildirnar nái yfir sem flesta þætti. Og við sjáum bara hvernig þeir líta á þetta, hvernig þeir líta á framtíðina þarna. Við sjáum kolefnislosunina 2005 og síðan kemur hún til með að aukast, og síðan 2030 þá sjáum við að hún er fann að minnka aftur. Og við sjáum að mikilvægustu þættirnir þarna eru fyrst og fremst, ef við lítum á alla Evrópu, að þá er það orkusparnaður og orkunýting sem er stærsti þátturinn í þessum árangri. Síðan að fara yfir í betri orkugjafa eins og úr olíu yfir í gas þar sem það er hægt, jarðgas. Nú síðan koma þarna endurnýjanlegir orkugjafar. Kjarnorkan, hún kemur til með að breiða svolítið úr sér, spáðir,
og síðan sem sagt binding kolefnis, þeir binda vonir við það 2030, þá færi það að verða sem sagt töluvert mikill hluti af dæminu. Nú, ef við lítum á Ísland í alþjóðlegu samhengi, þetta nú kannski svolítið lítið en smátt letur á þessu, en þá sjáum við það að meðaltali í heiminum að þá erum við að nota 4 tonn af, sleppa út 4 tonnum af koltvísýringi á mann. Þarna liggja Bandaríkin í 20,4. Við liggjum hins vegar töluvert hátt, við liggjum í 7,8 tonnum miðað við til dæmis Frakkland, já, eða við liggjum svona eins og iðnríkin, kannski aðeins undir mörgum þeirra. En það sem við sjáum sem athyglisverðasti dálkurinn, það að segja þessi næst aftasti, þá sjáum við að við erum að nota mjög mikla orku miðað við aðra. Við erum með 50% meiri orku á einstakling heldur en Bandaríkin sem við erum að nota, það eru þetta vegna stóriðjunar, en við erum per framleiðslu, framleiðslu virði í Bandaríkjadölum, að þá erum við langlægstir í heiminum, eða rétt fyrir neðan Frakkland, og það er vegna þess að Frakkar hafa verið mjög duglegir að byggja kjarnorkuver. En þarna erum við stödd, við erum með langminnstu kolefnislosun á framleiðslueiningu, þannig að það þýðir í raun og veru að við erum mjög samkeppnishæf í kerfi þar sem að verður farið að refsa mönnum og láta menn greiða fyrir kolefnisnotkun sem tengda framleiðslunni. Og við sjáum líka hérna ef við skoðum orkunotkun fyrir mismunandi framleiðslu á málmum til dæmis og byggingarefnum, þá sjáum við að það er engin tilviljun að alumíniumframleiðendur hafa verið fyrstir til að þefa Ísland uppi og koma hér og byggja sín iðjuver. Því að þarna sjáum við að orkunotkunin á kíló er töluvert mikil, þannig að það er til mikils eftir mikla slægjast og flutningarnir verða þarna tiltölulega þá lítið efni, en við kannski erfiðara með að fá menn hingað til að framleiða tígulsteina. Nú, en hins vegar að ef við komum að þessum nýja þætti sem að koma að ryðjast inn á markaði núna, það er nettjónabúin. Það er gríðarleg orkunotkun, 1% af orkunotkun Bandaríkjamanna er fyrir nettjónabú í dag. Það er gríðarlega mikið. Og þarna er flutningskostnaður nánast engin þegar við erum búin að leggja kapal, þannig að það getur orðið ennþá hagkvæmara reyndar heldur en alumínium og samkeppnishæfara. Nú, hvaða kröfur eru þá gerðar til Íslands? Það er markmiðum samdrátt í heildarlosun á landsvísu. Þetta fer auðvitað ekki saman við viðskipti við losunarheimildir, að okkar markmið hljóta að breytast ef við förum inn á þetta kerfi losunarheimilda, og má segja að þau hafi þegar gert það. Og við gerum ráð fyrir að stóriðjan fari inn á kerfi með viðskipti og losunarheimildum. Orkuiðnaðurinn er í sjálfu sér kolefnisfrýr að mestu, en auðvitað færi þannig inn líka. Og síðan almennar aðgerðir og markmið sem við munum gera hér eru beinast að þeim þáttum kolefnislosunar sem losunarheimildir ná ekki til, eins og til dæmis samgöngur og síðan landnotkun og annað sem eru mikilvægir þættir. Og við þurfum þá sennilega, ef við förum inn á þetta kerfi, að draga úr losun 20% miðað árið 2005. Og það ætti ekki að vera neitt voðalega erfitt fyrir okkur, bara með breyttri landnotkun þá náum við miklu meiri árangur heldur en það. Og síðan spáum losun utan stóriðju, ef við myndum ekki gera neitt á Íslandi, þá er talið að við séum á svipuðum slóðum 2020 og 2005, þannig að það stefnir ekki í mikla aukna kolefnislosun í okkur. Nú, möguleikarnir er að orkufrekur iðnaður flytur starfsemi sína til Íslands, og það hefur auðvitað hingað til gerst og það hefur verið vaxandi þrýstingur á það. Það lítur út fyrir að sæstrengir fyrir orkuflutning, að þeir séu að koma inn sem hagkvæmur kostur. Það er mjög vaxandi áhugi á þeim. Við höfum möguleika líka á jarðhitanýtingu á ESB-svæðinu. Við getum auðvitað flutt kannski í besta falli 5 gigavött jarðstrengi til
til Evrópu, en það væri sem sagt þá mjög nærri gengið okkar möguleikum til orkuframleiðslu á Íslandi. En hins vegar má segja að rafmagnsnotkun Evrópubúa eða rafmagnsframleiðsla það bil 800 gigawatt, þannig að það kannski ekki þannig að við veltum stórum hlössum þar. Hins vegar talið að með jarðhita þá megi framleiðum það bil 2% af þeirri orku sem að orkuþörf Evrópubúa. Nú binda kolefni í eldsneyti, það hefur verið minnst á metanól hérna, það hefur líka verið verkefni í gangi með svokallar DME sem kemur í staðinn fyrir dísilolíu og vélar. Binding kolefnis í bergi, það auðvitað eitthvað sem verður markaður fyrir. Þetta frumkvæði sem við höfum haft í notkun umhverfisvænna bifreiða, það ætti að nýtast okkur. Og síðan auðvitað höfum við með breyttri landnotkun og bindingu kolefnis möguleika til að koma inn í þetta kerfi og hugsanlega hagnast á því. Nú, ef það einhver ógnir, þá það kannski að kröfur orkusparnað og aðgerðir sem ekki falla okkar aðstæðum. Það að segja, í Evrópu eru setta reglur sem eru miðað við alla Evrópubúa, sem segja kannski að við eigum að huga að hlutum og við teljum okkur ekki þurfa að spara kannski sérstaklega orku við hitun húsnæðis. Það auðvitað gott fyrir neytendur og aðra, en það kannski ekki sem myndu skipta sköpum. En það geta alltaf komið kröfur sem að gera krefjast fjárfesting af okkar hálfu sem ekki skila sér. Það er hluti af þessu. Nú, flugsamgöngur gætu orðið mun dýrari og þar eru við svolítið í vandastödd því að við erum langt frá öllum öðrum. Það minnkar samkeppnisstöðu okkar. Og síðan, ef við förum að byggja mikið á köplum til útlanda, þá myndast þarna samkeppni orkuna við íslenska neytendur og það getur einfallega verið að orkuverð hér á Íslandi hækki til samræmis við orkuverð í Evrópu að einhverju marki og við þurfum að sjá það fyrir okkur hvernig við bregðumst við því. Nú síðan ef að það sýnir sig að það hagkvæmt að byggja kapla héðan til Evrópu eða verður í framtíðinni, að þá verður mjög mikið þrýstingur og hraðari uppbyggingu virkjana heldur en við teljum æskilegt út frá þjóðfélagsþróun og öðru, þannig að það getur orðið hlutur sem við þurfum að passa okkur vel á því að það getur orðið mjög hörð pressa. Þakka ykkur fyrir.